eru stödd hérna fyrir framan Níls-safnið á Skúlagötunni og það var að opna sýning á verkum Níels Hafsteins, Viðkvæmur farangur 2 og já, þetta er sumarsýning Níls-safnsins 2012. Ok. Ég get ekki sagt hvort það hefur. Komið að sæla þessu. Ég ætlaði nú bara að segja mjög örfá orð. Það er okkur fyrir hann hérna stjórnar. Það er okkur ótrúlega mikil heiður og ánægja að bjóða Níelsi að sýna frá okkur hérna í Nýlistasafninu. Og hérna allt úr mér, ég ætla að segja. Brunni, við erum enda að segja brunni. Já, brunni. En já, þetta er hérna það sem það er komið svona hefð í Nýlistasafninu síðan að var tekið til í safneigninni að vera með safneignasýningu og við vorum svona að velta fyrir okkur að taka alls konar teik á það hvað er safneignasýning. Og það var semst ákveðin stjórnar að bjóða bara hérna eiginlega svona pappa Nílistasafnsins að vera þessi safneignasýning, en það er ekki öll verkin hérna úr safneigninni. Þau eru fengin líka láni og þetta eru líka ný verk, en við þetta tækifæri þá er Níels að gefa Nílissafninu 9 verk og bæta við safneignina. Svoleiðis að, já, mér langar bara að nota tækifæri og þakka kærlega fyrir það, því það er nú ekki lítið. Og hérna, svo er gestur líka, hann Níels bauð með sér gesti og það er Ragnheiður hérna með verkið Blátt áfram og það er úr safneign Nílissafnsins. En verkin sem eru hér í, það er eitt sem er úr safneigninni en svo er gjöfin hér, þannig að þið getur glöggvað frá því hvað af verkunum er gjöfin. Þetta er það. Það er hvað mér að segja. Já, Nei, ég held þetta sé bara komið. Ég vil langa bara að óska okkur sjálfum og Níelsi til hamingju með sýninguna og bara verið öll innilega velkomin. Við erum hérna, skal ég segja þér, langaði að ná smá tali við hann Hlyn Helgason, doktor Hlyn Helgason, sem skrifaði með texta fyrir sýningu Níels. Mér langaði kannski að spyrja hann svona þegar hún var falið það verkefni að skrifa texta fyrir sýninguna hans Níels, svona út frá hverju hann gekk og hvort það hafi kannski komið svona svolítið automatist eða hvað? Já, þetta var bara mjög áhugavert ferli að velta því fyrir sig hvað maður ætti að segja Níels, af því að þetta er mjög áhugaverður myndlistarmaður en hann er líka mjög áhugaverður bara svona aktívisti í samfélaginu sem að vinnur, finnst mér, í öllu sínu á listarinnan hátt. Þannig að það er eiginlega það sem ég vildi ná utanum og þá svona spratt upp þessi rannsókn á hugmyndunum höfundin sem að svona upphaflega út frá einhverjum barþýskum pælingum dauða höfundarinn sem að samt á ekki við Níels, því að í Níels er þetta hann setur sitt mark á allt sem hann kemur við en hann í raun og veru er ekki svona þessi gamaldags dauði höfundur sem að lokar hlutunum og klárar það. Hann í raun og veru það sem hann gerir hann er alltaf að vekja upp, draga fram og opna bara alls konar hluti sem það er eiginlega óskilgreinilegt hvað hann er að opna. Svona í svona mjög svona næmum, fínlegum hlutum að þá er hann að gera þetta bæði í listinni sem hann er að gera sem er þetta alveg bara mjög, já svona viðkvæm, sterk en samt knýjandi einhvern veginn, hún svona grípur mann voðalega sterkt og hún sé alveg brjálæðislega látlaus. En síðan líka bara í hans starfi við það að draga fram af virðingu
týnda fagmenn sem að hafa verið að eyða ævi sinni í skapandi ferli og í raun og veru sem hann hefur byggt þetta safnaðarsafn í kringum að tengja það upp sko í raun og veru. Það er svona án þess að neitt að vera að setja það í einhvern flokk eða stall eða ekkert endilega eins og upphefja það sem einhverja nútímalist heldur en bara að vinna með þetta og allt sem að hann skiptir máli að hann lætur okkur það skipta máli líka. Þannig að það er sú pæling var með þessa höfundarhugmynd sko og í rannsókninni þá datt ég niður þessar 2 tilvitnanir sem ég átti einhvers staðar sem er annars vegar úr Snorra-Eddu þar sem að höfundurinn er svona þetta hefðbundna hugtak og sér fullt af tilvísunum í biblíunum þetta að Guð sé höfundur, það er sá sem hefur allt saman, upphafsmaðurinn og það er þessi kannski maskúlín sterka háleita hugmynd listamannin sem höfund. En síðan kemur líka þessi galdramannin sem er alls ekki höfundur heldur er hann að taka einhvern sem er dauður og vekja hann upp frá dauðum og síðan gerir sá það sem að höfundur leggur til. Þannig að höfundarverkið er allt í einu orðið einhvern veginn svona, já hann notar einhvern annan í sitt höfundarverk og segja Níels gerir það, þannig að það er alltaf að vísa í annað, vísa út fyrir og það er aldrei hægt að festa það. Eins og Gunnhildur nefndi hérna áðan í ræðunni, hún talaði sko Níels sem svona pappa, svolítið pappa. Er hann þá sem sagt líka svona eins konar höfundur Níelssafnsins, svolítið svona? Jú, ég held að hann hafi, ef án Níelsar hefði Níelssafnið aldrei enst nema í 2 ár eins og flest önnur svona tilrauna listasöfn á Norðurlöndum. Þannig að ég held að bara hans alúð við þetta safn og hans hugsjón við að byggja það upp, það er safnið. Bara alveg klárlega. Þannig að þetta er svona, já, þannig að þetta er eiginlega Níelslistasafnið. Og já, og skemmtilegt að fá þetta tækifæri og sjá svona yfirlitssýningu af verkunum hans. Það er bara alveg frábært, bæði yfirlit og síðan er þetta með fullt af nýjum verkum sem er alveg bara yndislegt að sjá líka. Og ég var að vinna með hann að setja upp sýningu á Akureyri líka sem að mitt er svona það sem hann er með mjög skemmtileg verk í mikið stærri skala heldur en hér. Þannig að það var gaman að sjá þessi minni látlausu nýju verk sem hann er með hér í samanburði við það. Og svo sýning í Akureyri var hvenær? Hún opnaði bara fyrir, hálfum mánuði síðan, þannig að hann er ótrúlega duglegur að... Þannig að hún er í gangi núna bara... Og verður þangað til í september. Þannig að það er bara að gera þessi við að fara norður að kíkja á hann í leiðinni. Þannig að það eru Níels, reynda 6 myndlistamenn sem bara færir og Níels svona auðvitað sterkt akkir í þeirri sýningu. Takk hérlega, Hlynur.